Við ætlum að fara yfir æfingapróf fyrir próf 2 og hérna lausnin á því. Við byrjum á því að teikna táknmyndir fyrir grunnhliðin og merkja innganga með A og B og útgang með Y. Það vantar Y hérna við andliði hjá mér. Og teikna sannleikatöflurnar upp, fylla þær út. Þær eru alltaf, eins og þið vitið, settar upp eins og talning í tvíundakerfið. Gildist minni bitinn hérna, af því það eru bara 2, að hann breytist alltaf 0, 1, 0, 1 og síðan næsti bitið þannig að hann byrjar á 0, 0 og svo kemur 1, 1. Þetta er alltaf eins. Þetta er eins og talning í tvíundakerfi. Og þegar við erum með andlið, þá erum við eingöngu með háttgildi út af útganginum þegar að báðir inngangurnar eru háir. Og formúlan er A sinnum B, saman sem útgangurinn Y. Og hins vegar orðliðið, þá ef að annar inngangurinn er með háttgildi, að þá er hár út. Og þar er formúlan A plus B, saman sem Y. Mikilvægt að muna þetta að sinnum er raðtenging í and og plus er hliðtenging, því að allt eftir þetta það þýðir að þið þurfum að vera viss hvað er hliðtenging og raðtenging. Sérstaklega við þurfum að búa til dæmis stigarit eftir formúlu. Þannig að það skiptir máli. Og síðan er neitunin, það er bara A með neitun saman sem Y. Það er formúlan fyrir nóttliðið. Og þar snýst merkið bara við. Nú, næsti liður. Við eigum eftir að fara betur í svona rásir, svona ísirásir. En hérna var óvart spurt NAND, af því að hérna eru NAND-hlið. Hefði verið kannski gáfulegra að biðja orðvirkni eða andvirkni, því að þá þurfum við að tengja meira saman hérna. En þetta er alveg sömu aðferðir og við notum til þess að búa til grunnhliðin úr NAND-hliðum eða NOR-hliðum. Það gæti líka verið hérna ísirás með NOR-hliðum. En af því að þetta er bara hérna ísirás með NAND-hliðum, að þá er nóg að merkja bara inngangana hérna A og B, útgangurinn Y, og þannig að þetta er þá NAND-virkni. Síðan, sem sagt, þarf að sýna líka hvernig spennugjafinni tengdur inn á rásina, og þá er þið eftir að fara betur í gegnum þetta, ég á eftir að setja þetta inn í einhvers konar verkefni, að við þurfum að setja 14 upp í plus og 7 niður í mínus. Og eins hvernig ónotaðir inngangur eru tengdir, og við sjáum hér er ónotað hlið og það er bara stysta leið sem að inngangurnar eru tengdir upp í plus og hér eru 2 hliðar neðanverðu ónotuð og þá tengjum við inngangana niður í mínus. Það er bara annarkvort í spennugjafa spennu háttgildi eða spennugjafa spennu lágtgildi. Akkur er þetta gert? Þetta er gert vegna þess að annars verður útgangurinn fljótandi og þá verður straumur inn í ísjarásinni á milli plus og mínus og hitar rásina. Þannig að rásin hitnar óðalega mikið. Getur bara valdið skemmdum, hún getur eyðilagst. Það verður að tengja inngangana annarkvort í háttgildi eða lágtgildi. Þetta eru sviðsáhrif transistórar, að þeir þurfa í rauninni bara spennu inn á sig til þess að skipta sig. Og ef þeir eru ótengdir, þá eru þeir með svona cirka hálfa spennugjafaspennu og þá er útgangurinn líka hálfopinn og þá er mesti straumur í gegnum rásina. Og það getur bara eyðilagt rásina. Ok, þetta eigum við eftir að læra og tengja líka smávegis upp á svona tilraunabretti. Hljómandi? Svo að hérna, þetta tökum við fyrir seinna. Þannig að ekki leggja mikla áherslu á þetta hér, eða enga áherslu. Ég kem ekki með svona spurningum. Ekki núna. Það verður næst.
Núna er sem sagt C-liðurinn, þá eigum við að teikna stigarit eftir þessa sögulega stýringu og þá tökum við bara stopprófin hérna, setjum hann neðst í stigaritið og af því að þið eru með þetta á blaðið þá vitið þið hvernig þið getið hort í gegnum blaðið og séð hvernig stigaritið lítur út. Aðalmálið er það að ef við erum einhvers staðar hérna með normally closed markrófa sem að tengjast inn á eintöluna, gefa samband inn á eintöluna eins og S6 og S7. Við megum ekki setja neitanir inn í stigaritið. Heldur vera með þá bara normally open. Alveg eins og með S4 og S5, það er líka bara normally open. En það sem við erum með snertu úr, eins og K1 hérna er normally closed snerta úr K1, hérna verðum við að hafa, þetta er ekki snerta sem kemur inn á eintöluna neins staðar, þannig að hér verður að vera neitun í snertu frá Q1 með neitun hérna. Og þá lítum við bara sem snöggvast á stigaritið og þið hafið væntanlega verið búin að klára þetta og farið yfir það hvort þetta er ekki sambarilegt. Q1 sjáum við hérna er neitunin á honum. Ég þyrfti eiginlega að vera með þetta hlið við hlið svo að sé hægt að bera þetta saman en þið eru náttúrulega með rásina fyrir framan ykkur og getið skoðað hvort þetta er ekki alveg rétt hjá ykkur og hvort að ég hef nokkuð klikkað á einhverju hérna. Hérna er tímaliðin sem að var K5 og K1 og K2 eru með snertur hér fyrir framan Q3 og svo áfram hérna, hér snerta úr Q1 út á Q4 og sem sagt K5 það var tímaliði og hann verður að tímaliða T1 og T1 sem sagt hann var með snertu hérna eins og við sáum hér sko. Og framar líka, hann var líka með neitaða snertu hér, þannig að það þarf að líka að skila sér. Ok, og síðan er bara restinn, það er stopp möguleikinn hérna, þá erum við með neitun á S1 vegna þess að hann gefur samband inn á vélina og við megum ekki hafa stöðugt resetmerki á öllum þessum útgangum, þess vegna þarf að snúa merkinu við með því að setja neitun hérna eins og þið þekkið. Við erum alltaf að hafa þetta svona fyrir framan resetu. Það getur að skrála aðeins upp. Aðeins upp? Er þetta ná? Já, ég held að, já. Svona, þetta er alveg byrjun. Ok. Bara ég var ekki síðast tíma. Nei, allt í lagi, já. En nú get ég sett aðeins á pásu sko. Svona, nú held ég aftur það áfram að skoða þetta. Hérna er seinni hlutinn, þetta hérna á að vera Q4 og síðan er reset á allt saman hérna alveg í lokin. Þá held ég að sé óhætt að fara yfir næsta lið. Það var að ljúka við tengiskrána. Það er nú líklega fljótt gert. Þið sjáu bara hvaða rofi er normally closed. Það er enda búið að skrá hann hérna efst og síðan eru allir normally open nema S6 og S7, þeir eru normally closed og síðan er hægt að segja að þetta séu mótorar hérna sem skýring en það er ekkert gefið upp neitt sérstaklega. Er þetta zooma eða inn á þetta? Já, ég skal zooma inn á þetta hérna, þannig að stækka þetta svolítið upp. Svona. Og en það þarf líka já. Það eru tveir startrófar á þessu, S2 og S3 og svo eru markrófarnir sem eru normally open, það er S4 og S5. Síðan eru normally closed markrófar S6 og S7, normally closed, fara á I6 og I7 og svo eru bara segurrófar sem að geta verið fyrir hvað sem er
ekkert endilega mótora en allt í lagi að setja hérna mótor. Og þetta eru segurófar K1, 2, 3 og 4 og eru inn á útganga Q1, 2, 3 og 4. Þá er það hérna næsti liður, það er E-liðurinn. Nú þarf ég að minnka þetta svolítið, aftur, niður. Og við höfum bara að teikna stigaritt eftir þessari stýrarás og tengiskráni. Og hérna er engin markrofi normally closed, þeir eru bara normally open. Og erum við með snertur úr segurófunum sem við höfum hérna, normally closed, og það verður að halda sér normally closed af því að þetta er innan stigaritsins. Þetta er ekki utan að komandi snertur, heldur innan frá stýringunni. Og Það var ekki að vera neitun. jú, það verður að vera neitun hérna. Hérna verður að vera neitun af því að þetta er innan stigaritsins. Útgangur í stigaritinu, þegar hann er með normally closed snertu, einhvers staðar í stigaritinu, þá verður að vera neitun. Skoðum þetta hérna, sem sagt, þetta er allt saman eðlilegt hérna. Það eru normally open allir markrófarnir og þrýstirófin start, bara stopprófin normally closed og svo eru 3 mótorar. Og tímaleiðin K3, hann á að vera bara T1 í stigaritinu. Já, býtum við, og hvað er þetta stigaritt? E, er það ekki? Þetta er það. Og þá er bara spurning hvað ég næ miklu inn á þetta. Er þetta nógu stórt fyrir ykkur? Sjáu þið þetta? Já. Já, ég get líka að stækka þetta aðeins upp. Svona. Þetta er skára. Þá skoðum við hérna seinni partinn af þessu. Og ætlum við náðu þessu ekki, er þetta komið svona? Við náðu þessu svona, Q3 hérna reset er neðst og ég held að sjá, ekki, það er svona mjög erfitt að stilla þetta hérna. Það sjáum við efri hlutina þessu og við sjáum hérna bara rétt gritta í Q3. Er ekki að neða það? Nei, það er ekkert meira hérna neðar. Það er bara Q3 hérna reset er neðsta. Nei, það heldur áfram inn í. Á ekki að vera neitun og í einu. Jú, það er rétt. Hérna er villa. Flott hjá ykkur. Júhú. Við sáum villu hérna í þessu hérna. Hér á að vera neitun, alveg rétt. Neitun og í einu neðst. Já. Og þetta er, ja, PDF skjal, ég næ ekki að skrifa inn á þetta, hérna held ég. Jæja, þið eru komin í þetta þá. Ok, það er ekkert þarna fyrir neðan, svo að við höldum bara áfram og hérna höfum við þess að þetta á minnisrásirna. Vantar ekki F-liðin og... Býtum nú við. F-liðin, já, heyrðu, þá byrjum við á F-liðin hérna. Hérna eigum við að merkja við hvort að tölurnar sem eru hérna fyrir neðan séu að tegundinni floating point eða
floating point, það er í rauninni rauntala sem er tala með kommu og aukastöfum fyrir aftan kommu eða almennum brotum, eða sem sagt tugabrót, almenn brot, þetta er rauntölur og það er alltaf ef það er sem sagt kommur eða punktur eða decimal point, þá er það bandaríska kerfið eða þá kommur í svona tölur og það er þá floating point tala sem sagt. Síðan er spurning hverjar eru heiltölur, sem sagt I stendur fyrir integer, það er heiltala og hún er ekki með neinni kommu og neinu slíku, þannig að það er bara heilar tölur og þetta er eina heiltalan í þessu, eini integer talan inn í þessu lista hérna. Svo höfum við 16. kerfistölu, H er fyrir hexadecimal eða 16. kerfistölu og þá erum við með táknin frá 0 og upp í 9 og af því að við höfum fleiri möguleika þá upp í 15 sem sagt, þá notum við bókstafinu A fyrir 10, B fyrir 11, C fyrir 12, D fyrir 13, E fyrir 14 og F fyrir 15 og hérna er til dæmis F inn í þessari tölu og E inn í þessari tölu svo að það eru hexadecimal tölur. Síðan er þessi tala þar er ennbla hæsta talan 7 í oktal. Þá erum við með tákn bara frá 0 og upp í 7. Það er oktalkerfi. En það er nú frekar á undanhaldi en það er samt ágætt að við þekki það líka. Já, þetta... Já, ég merkti það bara til öryggis og þið værið ekki að segja þetta, jú, þetta gæti verið heiltala eða slíkt. Getur við með fleiri en 4 tölur í þessu? Já, það er í sjálfsög hægt, já. En allavega, þetta er svona það sem við göngum út frá. Og ég hugsa að ég kannski reyni að vera með einhvern veginn svona tölur sem að þið bara merki við hvað er hvað og ég held að þið geta ráðið við það. Við höfum farið aðeins í gegnum þetta alveg í byrjun á áfanganum, þannig að þið ekki að vera í neinu vandræði með þetta. En síðan við eigum eftir að fara í meira af þessu sem að er svona úr einhverju smá kóða. Að sjá hvort ég næ þessu inn á. Já, svona. Að þetta er nú alveg tiltölulega skiljanlegt. Er bara verið að finna út hvort að útgangur er hár eða lár og hér er bara svona samanburðar skipun eða ef að mælingin, það er sem sagt current temperature eða mæling á hitastigi er hærri en 25,5 gráður, þá á að setja hátt gildi á pinna 11 og annars ef mælingin er minna en 24,5 gráður að þá að setja pinna 11 á lágt gildi. Og er mælda gildið sem sagt 23 gráður að þá er greinlegt að þetta er fyrir neðan current temperature, ef þetta er sem sagt mælingin er minni en 24,5 að þá að setja þennan pinna á lágt gildi. Þannig að við 23 gráður þá værum við með lágt gildi á pinna 11. Við förum svolítið meira í þetta í síðasta hlutanum. En á
á maður ekki að svara neinu í þessu? Jú, það er bara að segja lágt gildi. Ég glemdi að skrifa það hérna. Hérna gerum við ráð fyrir að komi út lágt gildi. En ég verð ekki með svona spurningu núna næst. En þetta förum við í betur í næsta kafla. Svo er hérna að teikna stigrit eftir formúlu og eins og ég sagði í byrjun að þá endilega muna munin á raðtengingu og hliðtengingu af því að sinnum er raðtenging og plúsin táknar hliðtengingu og síðan þegar við förum að blanda þessu aðeins svona saman að þá til dæmis svíinn hann heldur utan hliðtenginguna hérna þannig að við getum átt okkur á því sko hvað er fyrst sem sagt hliðtengt og síðan raðtengt við b-ið hérna. Ef að þessi svíi væri ekki hérna, þá myndi þetta líta allt öðruvísi út. Það a færi þá í rauninni beint út á útgang og y og b-ið væri raðtengt. Þannig væri þetta ef við værum ekki með sviga. Svo er A og I hliðtengt. Já, núna er a og í hliðtengt en ef að svíinn væri ekki þá væri nóg að íta á a þá A yrði plus útgangurinn. Y, af hverju er hann kallaður Y? Af því, já, þetta er sjálfhelda. Hvernig myndum við tengt þetta upp annars ef það var ekki svið? Þá færi semst a beint á útgang og síðan væri y og b hliðtengt við a-ið. Já. Þannig að svíinn skiptir mjög miklu máli, sko. Að plúsinn, hann skiptir liðum, sem sagt, eins og í stærðfræðinni og ef að svíinn er hérna, þá eru þetta svona tveir liðir hérna inn í þessu og það er hliðtengingin og síðan er svíinn raðtengdur við b, eins og þetta er teiknað upp hérna. Það er I og B saman. Já, ef að I og B væri saman, þá væri engin svíi, þá væri það hinn liðurinn, væri y og b og a-ið væri alveg sjálfstætt, skiljið. Því að plúsinn skiptir liðum, þá eru það tveir liðir, engin svíi, y og b-ið í einum lið og a-ið væri hinn liðurinn. En svona er þetta, svarið er svona, núna. Ok, næsta mál. Þetta vorum við búin að skoða og þá er það minnisrásurnar, það er ekki rétt hjá mér. Þá förum við það. Og hér eigum við að teikna norminnstátt og þið þekkið táknið fyrir nor, teiknið það upp, hérna, 1000 sinnum og efri útgangurinn, hérna, hann er merktur Q, glemti að setja strikið í Q-ið og andhverfi útgangurinn er Q0. Síðan tengjum við hérna tilbaka frá útgangi inn á neðra og tilbaka frá neðri útganginum yfir efra hliðið og svo verðum við að muna eftir þessu að set er að neðanverðu á norfleiknótnum og resetið er að ofanverðu. Þannig að þið fáið rétt fyrir það ef að rásinn er rétt teiknuð upp og síðan fáið sérstaklega fyrir það ef þið setjið Q og Q0 á réttan stað og líka ef þið setjið set og reset á réttan stað á minnstættinum. Þetta er skipt niður í það. Og eins þá líka að segja frá hver óskiljanleg staða innganga er. Það þýðir að sem sagt, það er hár sem að skiptir þessum minnistætti og ef að hátt er á bæði set og reset, það er óskiljanleg staða. Þá þvingar það útgangana í 0 og hér er beðið hvernig er þá staðan á útgangunum og þá eru 0 á báðum útgangunum, bæði Q og Q0. Lágt gildi. Já.
Eru allir komin með þetta? Já. Svo næstu því. Smá. Hvernig á maður að vita hvað er Q og Q0? Á maður bara alltaf að hafa Q fyrir ofan og Q0 fyrir neðan? Já. Við höldum þessu föstu að eins og þið sáuð á til dæmis Jöká minnstættinum þegar við vorum að búa til talningarásina, þá var alltaf Q-ið að ofanverðu. Sem sagt aðalútgangurinn Q ofanverðu og andhverfi útgangurinn að neðanverðu, Q0. Það virðist vera regla. Hefur orðið bara ofan á í heiminum. Saman með dataflip-floppinn og fleiri minnstætti. Ok. Allir konum með þetta og þá skoðum við NAND flip-floppinn. Alveg sama, teikna upp bara með NAND hliðum og þið fáið ákveðið fyrir það að gera rásina alveg rétt, tengja frá útgangi inn á inngang og sitt hvora megin og Q og Q0, Q-ið aðalútgangurinn er að ofanverðu, Q0 andhverfi útgangurinn að neðanverðu, en svo skipta set og reset staðsetningu. Í NAND þá er set að ofanverðu og reset hérna neðanverðu. Og nú er það alveg þveröfugt merki sem að skiptir þessu minnistætti. Það er 0 sem að skiptir honum. Og hvíldarstaðan er háttgildi. Og þannig að óskilastaða er þá 0 á báðum bæði set og reset og þá þvingar að báða útgangana í háttgildi. Það er staðan á útgangunum þegar er óskilastaða á inngangunum og þá er háttgildi bæði á Q og Q0. Fara í gegnum þetta hérna, næsta. Það eru ekki fleiri spurningar úr þessu eða nokkuð. Þá skulum við skoða hérna, þetta er rauninni úr 2C æfingunni, að það er sannleikatabla hérna og eiginlega þurfið þið átt ykkur á því fyrst hvernig talningin er þessu. Við byrjum í efstu línuna þarna á 0, ekki satt. Síðan kemur 1, 2, 3 og svo framvegis. Það er ágætt að merkja það einhver staðar hérna inn á fyrir ykkur til öryggis. Og það er beðið hérna að skrifa háttgildi í sannleikatöfluna við tölugildin 10 og 14. Sem sagt hérna er 10, þessi biti hérna hefur gildið 8, það er D, og pluss 2, það er B, og þá er hann með háttgildi, það er 8 pluss 2 eru 10, og þá merkjum við bara háttgildi hérna við útganginn. Og já, þetta er sama í rauninni eins og við vorum að gera í teljararásinni. Við hvaða mynd erum við að tala? Efri eða neðri? Báðar, við erum að gera þetta báðum stöðunum. Þá setjum við sem sagt hérna í sem sagt þá þegar er háttgildi þá setjum við aðalútganginn á þegar er 1 þegar hann er hár og þá hérna já, ég má ekki hreyfa músina það fer þetta fyrir sem sagt til þess að fá hátt tölugildi á andliðið við töluna 10 þá þurfum við að vera með eins og þið sjáið lengst til hægri er A útgangurinn, hann er 0, B, hann hefur gildið 2, vegna þess að 8 pluss 2 eru 10, B er með háttgildi, en það þýðir það að A þurfum við að tengja á andhverja útganginn, eða sérst A not, þess vegna er neitun á A. Efsti inngangurinn til dæmis, eða skiptir ekki máli hvort það er efsti eða neðsti eða einhvers staðar hérna, fyrir efra hliðið. B-ið
Það er aðalútgangurinn, það er ekki með neinni neitun, því að það er háttgildi á því. Allstaðar það sem er 0 í töflunni, þar setjið þið not, skiljiði. Og séð, það er náttúrulega 0, því að við notum ekki tölugildi 4. Teljum ekki þennan með. Jú, en þetta er tala 0. Þetta er 0, já, ok. Og þar byrjum við það. Já, já. Efsta línan er 0 og svo erum við 1 og neðst er talan 15 vegna þess að við leggjum saman gildin á öllum bitunum, þess að 8 pluss 4 pluss 2 pluss 1. Það er talan 15 og þess vegna er 14 þannig að við erum með 8 pluss 4, sem sagt D og C leggjum þá saman, gildið á þeim bitum, það er 8 pluss 4, það er 12 og síðan hefur B bitinn, hann hefur gildið 2 og leggjum við það saman við 12 pluss 2, 14 og þar höfum við háttgildi út og þar setjum við á andliðið sem er neðra hliðið þarna. Þannig að ég geti beðið um einhverja tölu, þá bara setjiði neitun á viðkomandi bókstaf þar sem að tölugild, eða það sem að merkið er 0. Það eru bókstafgildi. Já, lengst til vinstri er D. Bara skrifa á blaðið, sem að dálkurinn lengst til vinstri er D, svo kemur C, svo kemur B og síðast kemur A og svo bara útgangurinn sem þið merkið í. Ég skil ekki alveg af hverju að þú gerir þarna í þessa línu, þannig að gildi. 14. Þetta, af því þetta er tölugildi 14. En hitt hana í 10, er það eitthvað númer? Já, 10, það er 8 pluss 2. Þess að þú getur bara skrifað, sem sagt hérna, þú getur skrifað í rauninni bara í útganginum líka, í byrjun er 0. Þú hefur kannski gleymt því. Ef það væri E-útgangur, væri hann þá 16? Já. En við erum sem betur við bara með þessa 4 dálka og svo sagt 4 bita eins og við kallum þetta. Þannig að við byrjum í 0 og svo teljum við hérna niður. Og við erum komin niður í 10 hérna, þar sem að í töflunni, sko það sem ég er búinn að skera í burtu er rauninni 2 í 0. veldi og svo framvegis hérna, sem er 0 eða 1 og 2 í öðru veldi sem er 0 eða já, sem sagt 2 í fyrsta veldi sem er 0 eða 2 og svo 2 í öðru veldi sem er 0 eða 4 og svo 2 í þriðja veldi sem er 0 eða 8. Og ef við leggjum saman gildin á bitunum þá eigum við að fá þetta alveg samsvarandi tölugildi og við setjum bara hérna talninguna hérna niður í tölkerfi frá 0 og upp í 15. Þess vegna höfum við tölugildi 10 hérna og tölugildi 14 hér, af því að hérna höfum við neðst tölugildi 15. En aftur hérna, Já. af hverju er háttgildi? Af hverju er háttgildi? Jú, til dæmis hérna í tölunni 1 að þá er háttgildi á A af því að sá biti hefur gildið sérst 1 eða 0. Þegar við komum hérna í næsta þá hefur næsti biti háttgildi, það er B-bitinn, hann er með háttgildi. Allir hinn er í 0 af því að hann hefur sérst gildið 2 eða 0 og svo leggjum við saman hérna 2 pluss 1, 2 pluss 1, það er 3 og svo koll á kolli. Og í rauninni sérst það sem ég skar hérna í burtu, það vorum við að nota þessa töflu í verkefni 2C. Kannski gott bara að opna verkefni 2C svo við sjáum, veit ekki hvort ég er með rétta skjalið hérna. Nei, þetta er annað. En
En við sjáum bara sérst í verkefninu hérna í einunni þá í verkefni 2C teljaranum þá erum við með alla töfluna undir. Það er þessi tafla hérna. Og ég ætla að stækka það aðeins upp hérna, sjáu þið. Hérna erum við með talningu í tugakerfi og í 16. kerfi. Sjáu þið frá 0 upp í 15 og hérna er ég með í hvað gildi hver biti hefur, skiljið. Þannig að 2 í þriðveldi þá sjáum við hérna 8, 4, 2, 1. Þið leggið bara þessi gildi saman, skiljið, ef þið viljið vera viss. Eða einfaldast er í rauninni bara að setja í efstu línuna, þar sem allt er í 0, þá setjið bara 0 og síðan setjið þið 1 í næsta fyrir neðan og síðan bara teljið þið hérna niður, alveg niður í 15. Það er langt best. Þá vitið hvaða dala er fyrir hvað og hérna er ég með heitin á bitunum sem við notuðum í verkefninu og ef ég bið eitthvað tölugildi eins og til dæmis 8 þá er bara kveikt hérna á D, hinir allir er í 0 og þá myndum við vera með D-ið sem aðalútganginn, síðan verðum við með C-not, B-not og A-not, skiljið. Því að þeir eru allir með andhverfa útgang, þeir eru með háttgildi meðan að aðalútgangurinn C, B og A eru með 0, skiljið. Til að fá háan út á andhliðið þá þurfum við að vera með alla inngangana háa. Þess vegna gerum við þetta svona. En þið þurfum bara að skoða þá verkefni 2C aftur til að fara í það. Ég held að þetta sé ekki svo svakalega erfitt að fara í gegnum það. Við erum bara aðeins að prófa nokkrar tölur og klára það frá. Þá er þetta allt saman komið. En síðasta liðin eigum við eftir og en býtum við, hvað erum við komin með hérna? Við erum komin með þetta og síðan þetta er síðasti liðin bara eftir, er það ekki? Ekki. A með streiki, B, C og D. Jú, sjáum við hérna. Jú, tölugildi 14, þá er A með neitun og síðan B, C, D, af því að þeir voru sem sagt allir háir. Svona. A-ið var 0, þess vegna þarf að setja A með neitun. B með háttgildi, C með háttgildi og D með háttgildi. Ok, síðasti liðurinn. Hérna er þessi rás. Eitthvað svona framleiðsluferill, eða hvað sem þetta er. Það sem að við byrjum á að færiband 1 á að koma inn þegar hlutur er við nándagsgeneran S3 hérna og við ræsum með þrýstirófanum S1 og þá færist hluturinn að S4 og stoppar þar. Þá fara hitari R1 í gang og hitari í 2 mínútur. Þegar því er lokið þá fer band 1 aftur í gang og hluturinn færist að markrófa S5, endastoppsrófanum hérna og þá fer band 2 í gang og band 1 heldur áfram að vera í gangi. Þegar að band 2 er búið að vera í 5 sekúndur í gangi, þá er band 1 að stoppa. Og band 2 heldst áfram í gangi þar til að við komum að markrófa S6, hérna endastoppsrófanum hér, og þá stöðvast band 2. Og síðan á að vera hægt að stoppa með S2 stopprófanum hvenær sem er.
og þá hérna byrjum við á þessu að það er S3 eða sérst I3 og I1 sem þarf að vera samtími sinni. Og ég byrjaði svona, ég ætla að setja samt endur, já, ég næði því væntanlega svona, svo þarf ég að gera þetta, farið það til aðeins hérna svona. Já, hérna höfum við þá byrjunina, ég ræsi færibandið af stað með I1 og I3. Sjáu þið þetta nógu vel? Já, stækka þetta svolítið upp. Já. Ég set svo lausnina náttúrulega inn á. Já. Já, ég get stækkað þetta meira. Svona. Þetta sleppur svona, já, ok, og ég ætla svo að þá að renna aðeins í gegnum þetta fyrir upptökuna og þannig að sé hægt að stoppa á hverjum stað og hérna. En ég fer aftur svo tilbaka til þess að þið sjáu þetta allt saman frá byrjun. Hérna er byrjunin. Ég get farið hérna örstutt. Nei, þetta fer hoppað of langt. Já. Þá setjum við þetta bara aðeins á pásu hérna. Hvernig virkar þetta allt saman? Sem sagt, við byrjum á því að ræsa. Við sjá hvort að við erum með myndina hérna bakvið. Hérna erum við, ræsum þetta sem sagt þegar hlutur er við S3 og síðan stoppar hann við S4 og síðan þarf hann að komast hérna af stað áfram þó að hlutur sé við S4 áfram og þá virkar þetta þannig og setjum við þetta sem sagt stopprófin hérna í 2, hann er normally closed þrýstirófi og já, ég þarf að ræsa þetta hérna megin. Og það er hlutur hérna við landskynnera S3, við setjum þetta í gang og band 1 fer í gang og síðan fer hluturinn frá endanum, frá S3, kemur að miðjunni þarna undir hitaranum að S4, stoppar þar og hitarinn fer í gang og síðan þegar að tíminn er búinn, ég setti hérna 20 sekúndur á þetta svo að við getum skoða þetta, að þá er væntanlega hluturinn ennþá að þvælast hérna við S4 og það er í lagi, síðan fer hann frá S4 en þá er ég að setja hinn innri útganginn, sko M2 í gang, þá er M2 komin inn og hann setur straum át á útgang Q1 aftur. Það er hérna neðar í stigaritinu þar sem að M2 er komin inn. Hér fer ég set M2 og band 1 fer áfram, heldur áfram og þá hérna neðar þá er ég að setja merki frá þessum tveimur innri útgangum út á sama ytri útganginn, sem sagt Q1 fyrir færiband M. Þannig leysi ég þetta, nota innri útganga til að senda út á ytri útganginn, Q1. Og þá erum við sem sagt með hlutinn á leiðinni frá S4 að S5. Þegar hann kemur að S5 þá ræsist bara næsta færiband og við sjáum það hérna betur á upptökunni og jafnframt fer tímalið í gang og sem að slekkur á það er bara í stutta stund hérna sem slekkur á fyrra færibandinu eftir 5 sekúndur og það er hérna og til þess að það geti gerst að þá hérna
þá þarf Q2, hann þarf að vera með snertu til þess að halda straum á tímalega T2. Ef við myndum vera með bara snertuna frá I5, þá myndum við fara svo hratt fram hjá skynjaranum hérna að hann hefði ekki tímaliðin, hann hefði ekki merki inn á sig og þá myndi bandið vera bara endalaust áfram í gangi. Af því að hluturinn fer fram hjá S5, að þá þurfum við að taka merki frá seinna færibandinu til þess að halda tímaliðum inni. Svo seinna, eftir 5 sekúndur, þá slökkum við á fyrra bandinu. Þannig að við þurfum aðeins að hugsa út í það. Þess vegna tekjum við sem sagt snertu frá Q2 hérna til þess að halda straumi á tímalega. Svona atriði þurfum við að spá svolítið í. Ok, og síðan þegar tímalegin búinn þá slekkur hann á fyrra bandinu og síðan kemur hann að nándaskynjara S6 og drepur á seinna bandinu og þá er ferillinn búinn. Og í rauninni þá getum við slökkt hvenær sem er á rásinni með sem sagt í S2 sem sagt, og þá slökkum við hérna af því að við erum með reset hérna neðst á allt saman. Við ræsum hérna og þetta kemur inn, svo förum við hérna inn á miðjuna og þetta kæmi inn, þá getum við stoppað hvern sem er. En það færi í gang samt ef að við héldum merki frá hérna í 4, ekki nema að þessi myndi haldast inni. Og hérna þannig að þegar við myndum síðan halda áfram þá nú er ég búinn að rugla þetta eitthvað svo að hérna þegar ég fer ekki í gang heldur svo við stoppa hérna þessi er ennþá inni en tímaleiðin er ennþá í gangi og þá slekkur hann á þessum endanum. En annars ætti ég geta stoppað þetta hvenær sem er með I2. Já, þá held ég sem búinn að fara yfir allt þetta stigarit og virknina í því og það sem við þurfum að hugsa út í þetta. Þá sem sagt förum við í stop recording.